Það gerast ekki mikið sárari töpun heldur en þetta? Nei, það er náttúrulega, þetta er svona, þú nærði ekkert að svara fyrir þig, leikurinn er bara búinn þegar boltinn er í loftinu, þannig að en við áttum að vera búin að klára þetta, þannig að við komum vel undirbúnir og fannst mér mjög góður í þessu leik, svona kannski að mörgu leyti einn af okkar betri leikjum í langa tíma og Haukar er með gott lið og þeir svona hafa spilað vel saman í vetur og svona við gáum þeim pínu svigrúm fannst mér á köflum, ég fannst við var svona kannski fara aðeins að verja orðin hlut og svona eða fengin hlut og það kann aldrei góður lukk að stýra og þeir bara fundu svona einhverja lykt og mér fannst við svona hleypa, mér fannst við eiginlega svona vera pínu klaufar á svona nokkrum augnablikum sem hleyptu þeim svona aðeins inn í leikinn og en svo hélt ég við værum með þetta hann í lokin en já, er klaufalegt að hleypa honum hann á vítalínuna 3 skot. Mikill viðsnúningur hjá Keflavíkurliðinu með síðustu 3 leiki ef ég er að muna alveg rétt. Hvað þurfum við að gera til að halda þessu áfram? Þessum góðu 3 leiklutum sem spiluðu í dag? Já, ég meina ég meina nú snýst þetta náttúrulega bara hugafarið og að menn nái að sleikja sárin eftir svona tap. Þetta er auðvitað mjög erfitt tap en svona er þetta bara stundum í íþróttum og þær geta verið óvægnar og við fundum fyrir því núna en eins og ég segi við þurfum bara að halda áfram. Þetta snýst algjörlega bara hugafarið núna og nú þurfum við bara að finna leiðir næstu daga til þess að finna rétta andan og koma jafnvel undirbúnir í næsta leik eins og við gerum í þennan leik. 2-0 undir, getur Keflavík komið tilbaka? Ég tel að við getum unnið næsta leik, já.